Fyrst að öðru. Í upphafi átti fæðingarorlofssjóður að tryggja jafnan hlut kvenna og karla við töku orlofs. Íslenska kerfið þótti til fyrirmyndar og eitt af besta í heimi. En eftir hrun hefur staðan gerbreyst. Sífellt færri feður taka fullt fæðingarorlof, einfaldlega vegna þess að tekjutapið of mikið. Forstöðumaður fæðingarorlofssjóðs segir botninum náð og formaður nefndar endurskoðun kerfisins veltur upp þeirri spurningu hvort íslenskum fjölskyldum séu búnar nógu góðar aðstæður til barneigna. Þá liggur fyrir að lækkaða fæðingartíðni má meðal annars rekja til verulegar tekjuskerðingar sem foreldrar verða fyrir í fæðingarorlofi. Helga Arnardóttir og Benedikt Ketilsson taka nú við. Ný lög fæðingarorlof taka gildi áramótin og tryggja þau foreldrum jafnan rétt til fæðingarorlofs. Nú ætti því ekki að skipta atvinnurekanda máli hvort hann ræður konu eða karl til starfa. Skiptir miklu máli að pappinn fá að taka mikinn þátt í þessu og ég á mann sem mjög duglegur við að sinna bæði barninu og heimilinu og þannig að mér þykir mjög gott að hann fái sinn rétt til að taka þátt í þessu. Og það sé ekki lengur ókarlmannlegt að vera heima og skipta bleium en kona fyrir vinna? Ég vona ekki, því þá ég mjög kvenlegur. Fæðingarorlofskerfinu í núverandi mynd var komið á í tíð Páls Péturssonar, þáverandi félagsmálaráðherra, árið 2000 og má segja að það hafi markað ákveðin tímamót í jafnréttismálum á alþjóðavettvangi með jöfnum rétti feðra og mæðra til orlofs. Í dag, 15 árum síðar, stendur Ísland öðrum þjóðum framar og býður enn upp á lengsta feðraorlofið. Íslenska kerfið frá 2000 hefur verið fyrirmynd annarra þjóða. Við vorum ekki fyrst til að gera þetta. Norðmenn voru langt á undan okkur 1993 að búa til svona sérstakar vikur fyrir feður. En okkar íslenska kerfið frá 2000 þar hefur talað það sem íslenska líkanið. Þannig að þeir þekkja okkar fæðingarorlofslöggjöf, fjölskyldur á öðrum Norðurlöndum og líta mjög upp til hennar. Því okkar rannsóknir á foreldrum bæði fyrir áður en lög voru sett og eftir sýna hvernig feður eru mjög skýrt að auka þátttöku sinni í barnanna eftir að fæðingarorlofslögin koma til og það alveg réttu hlutfalli við hvað þeir taka mikið orlof. Í upphafi var ekkert tekjuþak á fæðingarorlofinu. Þá fengu foreldrar 80% af tekjum sínum alla orlofsmánuðina óháð launaupphæð. Greiðslur úr fæðingarorlofssjóði hafa verið mun meiri en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir, þannig að óbreyttu hefði sjóðurinn tæmst. Ég held samt í grunninn þá hafi það verið rétt ákvörðun á sínum tíma, hafa ekkert þak. Við þurftum kannski að taka þetta með ákveðinu svona trukki til þess að bara koma inn viðhorfsbreytingu hérna hjá landanum, hjá vinnuveitendum, hjá foreldrum að það væri eðlilegt að feður tækju líka sitt fæðingarorlof. Árið 2005 var sett 600.000 króna tekjuþak á fæðingarorlofið. Foreldrar fengu þá 80% af þeirri upphæð sem voru 480.000 krónur. Og með verðlagi hvers árs var þessi upphæð hæst 2008 eða 535.000 krónur. En það hafði ekki mikil áhrif á orlofstöku feðra. Þegar best lét árið 2008 með 90% af þeim mæðrum sem tóku fæðingarorlof á þeim tíma og þeir voru farin að taka 101 dag að meðaltali í fæðingarorlof sem vel yfir þeirra grunnrétti sem eru þá 90 dagar. Til að mynda þetta fæðingarár 2008 þegar þakið var hæst hjá okkur 535.700 krónur á mánuði að það voru ekki nema 2% mæðra sem að lentu í hámarksgreiðslum það ár og 8% feðra. Þannig að lang flesti foreldrar sem að tóku fæðingarorlof lentu ekki í hámarksgreiðslunum. En svo skall hrunið á og strax 2009 var tekjuþakið lækkað í 400.000 og enn frekar 2010 niður í 300.000 og hélst þannig óbreytt í 3 ár. Tekjuþakið var svo hækkað upp í 350.000 2013 og 370.000 2014 og enn í þeirri upphæð. Og árinu 2011 voru 43% feðra sem lentu í hámarksgreiðslum og 18% mæðra. Þannig að breytingin á þessum tíma að fara úr 8% fjöldans upp í 43% er talsverð og auðvitað hlýtur það að hafa haft einhver áhrif á fæðingarorlofstökuna. Það stóð hins vegar til að lengja orlofið í tíð síðustu ríkisstjórnar, en núverandi ríkisstjórn hætti við þau áform. Pétur Ingi og eiginkona hans, Guðrún Björg, eiga 3 börn og það 3. fæddist í fyrra. Við erum ekki láglauna fólk eða við erum aðeins yfir meðaltali. Að það er alveg verðt að taka það fram. Þannig að tekjuskerðingin var meiri þá fyrir okkur með 3. barnið
Við erum bæði yfir þakinu. Þetta auðvitað mjög mikil svona launaskerðing að fara svona í fæðingarorlof. En það alltaf færri fæður held ég að taka fæðingarorlof. Hugleitir þú að sleppa fæðingarorlofi vegna mögulegar tekjuskerðingar? Nei, ég gerði það ekki. Nei, af hverju ekki? Ég veit ekki, við bara sáum fram að við myndum kannski ná þessu, bara tengja það saman. Og hvernig gekk það? Það svona gekk með herkjum. Það var ekkert gert. Það var allt sett á stopp. Og þá var ég eingöngu að tala einfaldar hluti eins og fara kannski með stærri krakkana í bíó, hjónin út að borða. Þessi smá hluti sem við lítum sem mjög sjálfsagðan hlut. Það var, innkaupin voru tekin í gegn og þú getur ekkert verslað inn á þess að hafa í huga hvað þú ert að versla inn og hvar þú verslar inn. Það mátti ekkert út að bregða. Bíllinn mátti ekki bila. Það mátti ekki koma nein auka útgjöld og mörg afmæli og margar fermingarvíslur. Þetta hafði allt sitt að segja. Frá árinu 2008, þegar 90% feðra nýttu fæðingarorlofið, hefur hlutfall þeirra sem taka orlofið sífellt lækkað. Árið 2011 var nýtingin komin niður í 80%. Árið 2012 tóku 78% feðra orlof. Það stóð í stað 2013 og árið 2014 stendur talan í 71%. Þó ber að nefna að tölurnar fyrir síðustu 2 ár eru bráðabirgðatölur frá fæðingarorlofssjóði þar sem feður taka orlofið oft seinna. Íslenskir feður taka mánuði styttra fæðingarorlof nú en fyrir hrun. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir að búið sé að eyðileggja fæðingarorlofskerfið. Þróunin er orðin svo alvarleg að nú telja margir að bregðast þurfi við og það fljótt. Félagsmálaráðherra hefur skipað nefnd endurskoðun á fæðingarorlofinu. Er hægt að kenna tekjuþakinu þá staðreynd að feður taka síður orlof? Já, ég held að það sé tvímælalaust stór hluti af því ástandi sem nú er. Ég man bara þegar ég var með tvíburana mín á vökudeildinni að þá vorum við að umgangast marga foreldra og margir feður þar sögðust einfaldlega ekki hafa efni á því að taka fæðingarorlof. Þá var það ekki 300.000 vegna þess að fólk hafi gert ráðstafanir, verið að fjárfesta í íbúðum og reikningarnir halda áfram að berast og fólk þarf að standa straum af öllum útgjöldum. Þegar við erum að reikna út greiðslu til foreldra, að þá heyrist ég að við höfum ekki bæði efni á því að fara í fæðingarorlof. Og þá er nú staðan iðulega þannig að móðurinn að sjálfsögðu tekur fæðingarorlof, enda með barnið á brjósti og svona gegnir þessum kannski umönnuna skildum, að meðan að faðirinn þarf þá að víkja. Fannstu það sjálfur á einskenni? Ég heldur betur. Ég kom úr ágætri vinnu ég einfaldlega trúði því varla þegar maður sá launaseðilinn hvað þetta voru rúmar 200.000 krónur því að þetta eru 300.000 og síðan er það blessaður skatturinn þannig að þetta er heilmikið fyrir ungt barnafólk að standa undir þessu. Það er ekki nóg með að færri feður taka orlof, heldur hefur fæðingartíðnin lækkað. Reyndar voru fæðingarárin í kringum hrunið með stærri fæðingarárum Íslandssögunnar. Fæðingarárið 2010 var reyndar mjög gott líka, en eftir það hefur fæðingum fækkað talsvert. Til að viðhalda mannfjölda þróun þarf fæðingartíðnin að vera að minnstakosti 2,1 barn á hverja konu. Árið 2015 stendur fæðingartíðnin á Íslandi í 1,92 og byrjaði að lækka árið 2010. Sem er mjög alvarleg staða og ætti í raun og veru að vera eitthvað stórt viðfangsefni hjá stjórnvöldum í dag að auka við frjósemina vegna þess að við erum bæði ég og þú að eldast og við þurfum okkar þjónustu þegar að við verðum komin á efri ár, þá þurfum einhverjir að standa undir samfélaginu og ef að barneignum fer svona hlutfallslega fækkandi að þá náttúrulega er þetta samfélagi vondum málum. Við erum ekki alveg komin í hóp með löndum á borð við Þýskaland og Ítalíu þar sem fæðingartíðnin er 1,4 börn á hverja konu og er talin áhyggjuefni. En lækkun á fæðingartíðni getur varla talist góð, sérstaklega hjá þjóð sem hefur verið dugleg að fjölga sér. Áhrif fæðingarorlofskerfanna á frjósemi hafa verið rannsökuð víða og það er hreinlega þannig að það verður aukin fæðingartíðni, hún eykst þegar við bætum kerfið. Norðurlöndin eru fyrirmynd annarra Evrópulanda í fæðingarorlofsmálum. Hvar stendur Ísland í þeim samanburði?
Fæðingarorlofskerfið á Norðurlöndunum er byggt upp með nokkrum svipuðum hætti á öllum löndunum, en það sem greinir er að það er miklu lengra heildarorlof á einu löndunum og það er allstaðar svipaða greiðslu, þannig að segja hlutfall af fyrir launum. Lítum á lengd orlofs eftir löndum og við byrjum á Svíþjóð. Þar í landi er boðið upp á 18 mánaða fæðingarorlof, lengst allra af Norðurlöndunum. Þaraf eiga feður sjálfstæðan rétt til 2 mánaða orlofs. Í Noregi er orlofið allt frá tæpu ári yfir í rúmlega 14 mánuði. Þaraf fá feður 2,5 mánuð. Í Danmörku er fæðingarorlofið tæpt ár, en Danmörk er eina landið þar sem feður eiga ekki sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs fyrir utan 2 vikna feðraorlof sem þeir þurfa að taka leið og móðir. Í Finnlandi er orlofið tæpt ár og þar fá feður 1,5 mánuð. Á Íslandi er fæðingarorlofið 9 mánuðir, þar að eiga feður sjálfstæðan rétt til 3 mánaða en geta einnig notað sameiginlega 3 mánuði á móti móður. Í öllum hinum löndunum geta feður einnig tekið lengra orlof, en þá er það á kostnað orlofsmóður. Reynslan sýnir hins vegar að mæður taka yfirleitt allt orlofið. Að loknum 9 mánuðum í fæðingarorlofi verða foreldrar oftast að fara út af vinnumarkaðinn. Fjárhagslegar aðstæður leyfi ekki annað. Varst þú tilbúin að fara út af vinnu? Ég var kannski ekki alveg tilbúin að fara í 100% starf, eins og ég gerði. Fjárhagurinn lifði ekkert annað. En hún nefnilega var óbúslega lítil, hún var bara 8 mánaða. En hún fullu brjósti, þannig að þetta var mjög erfitt. Og vandi hjónanna leystist ekki eftir að fæðingarorlofinu lauk. Þá tóku við aðrar áhyggjur. Dagvistunarúrræði. Dagmóðurinn okkar, við erum svo ánægð með okkar dagmóður, hún hefur hugsað öll börnin okkar 3. Ég hringdi í hana í ágúst 2013, þá kom inn 4 mánaða leið og pantaði pláss fyrir árið 2014 í nóvember til að tryggja að ég fengi örugglega þá dagmóður sem við vildum fá. Og þetta er oftast raunin hjá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Foreldrar leita logandi ljósi að dagforeldrum eftir að fæðingarorlofi lýkur og svo tekur biðin eftir leikskólaplássi við. Börn eru yfirleitt komin á annað ár þegar þau komast inn á leikskóla með örfáum undantekningum. Sæunn Kjartansdóttir sálgreinir hefur unnið með tengslamyndun barna og foreldra árabil. Sæunn segir íslenska fæðingarorlofið allt of stutt hér á landi. Það sem við vitum þroska barna og þörf þeirra fyrir náin tengsl við fáa sem þykir vænt þau. Allt sem við vitum það í dag segir okkur að þetta er allt of snemmt. Sum börn ráða eflaust við þetta og gera það ágætlega. En það þarf að vera þetta ef að börn fá og foreldra fá þennan tíma saman til þess að smám saman að aðlagast bæði tilhugsuninni og því að þjálfa sig í að vera burtu frá hvort öðru. Að þetta til lengri tíma litið þá er það miklu farsælla fyrir bæði barnið náttúrulega. Við ætlum alltaf að hugsa barnið fyrst og fremst í þessu tilviki, í þessu samhengi. En líka fyrir foreldrana, því ég held að foreldrar sem eru leiðir og ósáttir og sakna barnsins í þeir eru ekkert sérstaklega góðir vinnukraftur. Til þess að verða okkar Norðurlandana í fæðingarorlofsmálum þá þyrfti náttúrulega lengja orlofið eða mæta þörfum foreldra fyrir stuðning vegna umönnun og barna með öðrum hætti. Ég hefði fyrst viljað taka á þakkinu þannig að við horfum upp á það að karlar og konur séu að taka þetta orlof í jafn miklu mæli. Vegna þess að þetta er heilmikið átak fyrsta 1,5 árið í tekjutappi eins og kerfið er núna uppsett. Staðan er held í orðin þannig að við verðum að bregðast við og það tiltölulega hratt. Leið og þróunin verður svo að það sé orðið bara sjálfsagt og sjálfsagðara að mæður séu heima í sínum fæðingarorlofi og feðurnir á vinnumarkaði. Þá mun það að sjálfsögðu koma niður á stöðu kynjanna á vinnumarkaði og það viljum við ekki. Kerfið er í grunninn byggt upp með þeim hætti að við ætlum að reyna að jafna stöðu kynjanna bæði inn á heimili og út á atvinnumarkaði og eigi það að geta virkað og þá verður líka að rétta þetta við með þeim hætti sem þetta var fyrir hrun. Það kom alltaf upp nýstárleg gæludýraæði öðru hverju.